Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 2. maí. Það af nóg að taka í þætti dagsins að sjálfsögðu. Ég minni aftur á bókaklúbbinn okkar góða sem hóf göngu sín í liðnum mánuði. Þá tókum við fyrir bókina Geir H. Haarde, ævisögu hans. Við verðum að birta greinar upp úr þessu og við ætlum að hitta Geir á vinnustofu Kjarvals á miðvikudaginn næsta klukkan 5. Klúbbmeðlimir velkomnir þangað og þar ætla ég að ræða við hann áhugaverða kafla í bókinni, ekki síst þann sem að tengist yfirvofandi gjaldþroti Ríkissjóðs Íslands í september og október 2008. Ótrúlegir atburðir sem ástæða til að rifja upp. En nú komin maímánuður, þá ætlum við að taka fyrir nýja bók og hvað það annað en Kúbudeilan eftir Max Hastings. 1962 urðu miklir atburðir sem nánast leiddu til kjarnorkustyrjaldar milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna og það magnað að lesa þessa bók og sjá hvað það eru mikil líkindi með mörgu því sem við erum að horfa upp á í alþjóðasamfélaginu í dag með þennan tíma fyrir 60 árum síðan rúmlega. Hvet ykkur til þess að tryggja ykkur eintakað þessari bók í íslenskri þýðingu Magnúsar Þórs Hafsteinssonar hjá Pennanum og þá getið þið hafið lesturinn og svo munum við fjalla hana með nákvæmari hætti í þessum mánuði. Og þetta erum við að vinna með samstarfsaðilum okkar öflugum sem að gera okkur kleift að halda klúbbnum úti þér að kostnaðarlausu. Það Pennin sem ég myndist á, Keresis, Samsung og Brim. Og þið getið skráð ykkur í klúbbinn á mbl.is, það er að segja undirsíðunni hjá Spursmálum og ef þið gerir það þá fáið þið post og þá getið þið skráð ykkur á viðburðin á miðvikudaginn næsta. Látið endilega af því verða, það eru komnir nánast 1000 félagsmenn í þennan klúbb þó hann sé ekki nema mánaðar gamall. En það eru ýmsar fréttir úr vikunni og auðvitað af ýmsum vettvangi. Á laugardaginn var Frans fyrsti páfi borinn til grafar og þar voru fulltrúar Íslands eins og vera bar og þetta var mjög hátíðlegt og glæsilegt í alla staði og í anda þess sem þeir gera best í Vatíkaninu. Það vakti hins vegar athygli mína og reynda margra annara þegar að forseti Íslands og síðan aðstoðarmaður utanríkisráðherra tók upp á því að birta á samfélagsmiðlum sjálfur þar sem þær höfðu komist í feitt eða gamalt öllu heldur. Joe Biden var þarna á svæðinu og þær létu taka sér myndir og birtu á þessum miðlum. Og maður spyr sig, hvað þetta fólk að hugsa? Þau fara fyrir hönd okkar Íslendinga við útför páfans í Róm. Þetta sorgarstund, kveðjuathöfn. Er þá viðeigandi að á sama degi sé verið að birta geiblandi sjálfur af þessu tagi? Það má allavega bíða 1 dag eða 2 og minna þessar ágætu konur á að þær eru þarna einmitt í okkar nafni en ekki í eigin krafti. Það vonandi að prótókollin taki á þess og kenni þeim að hegða sér á vettvangi sem þessum. En svo það vettvangi stjórnmálana. Sigurjón Þórðarson, formaður atvinnuveganefndar þingsins og þingmaður Flokks fólksins, hann fór mikinn í ræðustól Alþingis núna í vikunni og þar var hann auðvitað að ræða fjölmiðla og hann ítrekar áfram þá skoðun sína að það nú að taka á þessum fjölmiðlum sem ekki flytja fréttir sem eru honum að skapi. Ríkið að veita styrki til fjölmiðla sem að berjast í bökkum í mjög óhagstæðri samkeppni við RÚV. En nú komin í raun ríkisstjórn sem að getur hugsað sér að taka á fjölmiðlum sem að þeim ekki þóknanlegir. Það ætlar Logi Einarsson að gera núna þegar hann ætlar að skrúfa niður styrki til 2 stærstu einkareknu fjölmiðla landsins. Og það ræddi ég við hann í mjög áhugaverðu viðtali á vettvangi Spursmála í liðinni viku. Í því viðtali fordæmdi Logi einmitt framgöngu Sigurjóns og hvernig hann hefur talað í garð tiltekinna fjölmiðla. Það vonandi að það sé hægt að taka í lurginn á Sigurjóni hvað þetta mál varðar því að það mjög óheppilegt þegar valdhafarnir grafa undan fjölmiðlafrelsi og trúverðuleika fjölmiðlana. Það raunar algjörlega óþolandi. Meira vettvangi Flokks fólksins, þau skaffa fréttir hér dag eftir dag eftir dag. Sigríður Andersen, alþingismaður, vakti athygli á því að formaður Flokks fólksins, Inga Sæland, hefur farið mikinn í sambandi við stjórnarskipanir á vettvangi ríkisins. Þannig skipaði nýja stjórn hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Verkfræðingafélagið gaf sér heila viku í að ná andanum yfir því hvaða fólk hafi verið valið þar inn og telur reyndar að það fólk búi ekki við þekkingu eða reynslu til þess að takast á við það stóra verkefni sem þeirri stjórnin falið. En það öllu verra að stjórnin skipuð nær eingöngu körlum. Það verið að brjóta lög, jafnréttislögin sem að menn hafa haft í hávegum og einkafyrirtæki og skráð fyrirtæki hafa fylgt nauðug viljug á síðustu árum.
Núna Inga Sæland búin að senda þau skilaboð að menn megi bara fara sínu fram. Og hún segir einfaldlega, ég bara í pólitík, en fyrirtækin þau eru jú bara í viðskiptum. Af hverju ættu þau að fylgja dellulöggjöf sem að tryggir jöfna hlutdeild karla og kvenna á sínu vettvangi. Þetta mjög áhugavert mál. Annað hjá Tryggingastofnun, þar engin stjórn í nafni Ingu Sæland og af hverju það? Hún segir að hún ætla ekki að skipa stjórnina því hún ætla að breyta lögum sem gera það verkum að það verði ekki stjórn yfir stofnuninni. Vandinn bara sá að lögin kveða á að henni beri að skipa stjórnina og Inga Sæland getur ekki, jafnvel þó hún sé ráðherra ýmissa málaflokka, tekið fram fyrir hendur löggjafans og löggjafarinnar sem í gildi Ef hún vill ekki hafa stjórn yfir stofnuninni, þá hún að skipa stjórn og láta hana svo bara gossa þegar lögunum hefur verið breytt, ef þeim verið breytt. Það ekki í hennar valdi einnar, það þingsins auðvitað. Svo af annarri stjórn að segja að Ríkisútvarpið hefur fengið ýmsar nýjar sendingar síðustu daga á sinn vettvang. Heimir Már Pétursson, sem framkvæmdastjóri og upplýsingafulltrúi þingflokks fólksins, hann kominn inn í stjórnina, eins fáránlegt og það og hann í viðtali hér á vettvangi Moggans í morgun og hann spurður út í þessa stöðu alla og hann segir hér, ég vitna beint í hann, það ekkert sem segir að stjórnarmaður í stjórn RÚV geti ekki verið gagnrýninn á fréttaflutning og á starfsemi RÚV. Stjórnarmenn í RÚV eru einmitt þar til að vakta starfsemi félagsins. Þá vita fréttamenn á fréttastofu RÚV hvers að vænta frá manninu sem þeir síðan hitta þess á milli á vettvangi ríkisstjórnarinnar. Það ekki öll vitleysan eins. Við ætlum að ræða hér fréttir vikunar eftir örskamma stund. Magnús Ragnarsson sem formaður Tennissambands Íslands og forsetaframbjóðandi til ISÍ og Gylfi Þór Þorsteinsson sem sviðsstjóri hjá Rauða krossi Íslands og við þekkjum í tengslum við ýmsar hamfarir sem gengið hafa yfir landið á síðustu árum. Að því loknum kemur hingað Vilhjálmur Bjarnason sem oft kallaður fjárfestir. Hann hefur staðið í ströngu síðustu dag eftir að ljós kom að njósnarar sátu heimilans og vinnustæði árið 2012. Við ætlum að fara yfir það mál allt saman. Og í lok þáttarins þá ætlum við að ræða áhugavert mál sem að Morgunblaðið hefur verið að flytja fréttir af og tengist líkbrennslu í Fossvogi. Það allt í ólestur í þeim efnum og mikilvægt að koma þeim málum í betra horf og hingað kemur sérfræðingur á því sviði og ræðir hvaða lausnir í raun í boði. Fylgist með, en fyrst þetta. Nú Rauðudagafestivalinu lokið, drottinn minn djöfull ég fegin. Allir orðnir löngu uppiskröppa með hugmyndir af afþreyingu fyrir börnin alla þessa frídaga. Búið að fara í sund cirka 360 sinnum, 15 sinnum í Húsdýragarðinn, 8 sinnum í Svitabaðs, smekkað skopp í Kópavogi og ég veit ekki hvað og hvað. Hverjum datt eiginlega í hug að eignast öll þessi börn? Frídagar, þeir snúast upp í algjöra andhverfu með öll þessi börn í eftirdregi. Þau Snorri Másson og Nadín, þau ættu nú kannski að hugsa út í það í næsta rúmfræðitíma. En annars óskum við þeim innilega til hamingju með nýjasta erfingjan. Lítill Snúlli Snúllason mætta á svæði í vikunni, sá þriðji í röðinni hjá þeim. Ekkert eðlilega mikið krútt, enda á nú ekki langt að sækja það. Þið vitið undan hverju hann kemur. Sætudagar Obbu eru farnir að vera jafn ört á Instagram og leifturdagur á Boost. Nema hvað að Obba gefur engan afslátt af sætunni þessa dagana. Hún skellti sér í myndatöku hjá Sigurjóni Ragnari á dögunum og skartaði sínu fegursta. Hlutverkana sem ráðherra, þeir henni bara geðveikt vel. Talandi að líta vel út, Diljá Mist postaði þessari sætu mæðgnamynd í vikunni á 70 ára afmælisdegi mömmu sinnar. 70 ára? Hvernig getur það verið að þessi kona sé 70? Hvað eiginlega í vatninu þarna í Grafarvogi? Bara óvart allar kollagenbirgðirnar eða? Þær getur verið systur sko, ég sverða. Æjá, svo var hann alltaf útför Frans Páa, blessu sé minning hans, hann var góðu maður. Vinkonurnar Togga Gunn og Halla Tom forseti gerðu sér ferð og fylgdu honum síðasta spölinn og svo tóku það líka nokkra sjálfur með öldruðum og heilabiluðum, eða þið vitið þarna Joe Biden, hann fyrrverandi Bandaríkjaforseti og það bara virtist allt vera í toppstandi hjá þeim, þetta var góð ferð þrátt fyrir aðstæður. Pavel Bartosek olli vonbrigðum í vikunni og deildi engri sjálfu. Hann þarf aldeilis að fara að stíga eins upp ef hann ætlar að verja sjálfu kóngstitilinn. Nú, nema hann geti sannað hann sé Rúbik kubbamestari. Það óþarf að vera röfla lögun kubbsins, þetta ekkert mál, bara 1, 2, 3 til vinstri, 1, 2 til hægri, hvernig var þetta aftur? 1, 2, 3 fram, 1, 2, 3, 4, nei guð, þetta náttúrulega bara fyrir nörda. En já, eins og ég segi, þá kom engin sjálfa frá Pavel í vikunni, bara uppstillt mynd á honum með einhverjum Evrópusambandsgæja sem í rauninni bara tvífari Brynjólfs Ingvarssonar, elsta og þurrasta pólitíkus á Akureyri og þó víða væri leitað. Stóri plokkdagurinn fór ekki fram hjá neinum, eða jú, ég að ljúga því að hann fór eiginlega bara fram hjá öllum nema heiðvirtasta borgaranum, sjálfri Heiðu Björgu borgarstjóra, sem plokkaði upp rusl eftir sóðabrækurnar sem búa í Reykjavík, en þær eru nú ekki margar miðað við magni í ruslapokkanum þessari mynd. Ég verð nú að segja það.
Verkalýðsdagurinn fór fram með pompi og prakt í vikunni og sjálfsögðu fylgdu samfóliðar og sósíalistar liði í kröfugöngu og deildu stuðinu þaðan á sína miðla með ýmsum misgóðum yfirskriftum sem helst minna á eitthvað alkohólista hlaðvarp, sterkari saman, manneskja ekki markasvara. Það hefur margt drifið á daga Sönnu Magdalenu, allt í rúst í sósíalistaflokkunum og allt í rúst á heimilennar. Hún Margrét Sigfúsdóttir heitin, fyrrum skólastýra hússtjórnarskólans, algert legend. Hún hefði þurft að tuska Sönnu aðeins til, sko í bókstaflegri, tuskan aðeins til. Jón Gnarr fór hamförum á miðlunum í vikunni, sýndi hann frá óreiðunni í drulluskítuðum bíl sínum og kennir ADHD-inu sínu svo mætti hann eins og útigáfsmaður í stjórnarráðið, ekki í fyrsta sinn, og svo fór hann yfir stórumálin á samt tvíhöfðabróður sínum í ykkur svona live útgáfu á Instagram. Eru náttúrulega algjörir grallarar þessi tveir. Inga Sæland segir flokk fólksins sína vilja í verki en ekki í gegnum einhverjar innantómar glærusýningar eins og aðrir flokkar. Og það bara alveg rétt hjá henni, enda dalar tæknileysi eldra fólks með tímanum. Það kann enginn á PowerPoint allan í fjörgin. Það bara að gerast í vikunni. Komið sælað nýju. Við ætlum að fara hér yfir fréttir vikunar sem að koma úr ýmsum áttum. Ég fengið til mín góða gesti til þess verks. Það eru þeir Magnús Ragnarsson sem formaður Tennisambands Íslands og frambjóðandi til embættis forseta íþrótta og Ólympíusambands Íslands. Og svo er það Gylfi Þór Þorsteinsson og hann er sviðsstjóri hjá Rauða krossi Íslands. Hann hefur komið víða við og við þekkjum hann kannski helst frá hinum makalausu tímum þegar að COVID reið hér yfir með öllum þeim óskapnaði. Velkomni báðu tveir. Takk fyrir það. Takk fyrir. Það er önnur ástæði fyrir því að við fáum ykkur hingað í sættið sameiginlega. Þið hafið báðir verið eiginlega auglýsingarödd fyrir BL og Ingvar Helgason. Er það ekki rétt? Jú, það passar. Það stemmir. Þess vegna hringdur ég. Já, það var okkur skaut það svona í hug. Tími til að fagna þess. Þú tókst við af Gylfa? Já, hann tók við af mér. Og nú er einhver ungu maður tekinn við af mér. Já, þú ert komin í úreldingu. Nú ertu bara á tennisvellinum. Það má segja sem svo. En hvað, í þessum auglýsingarestri, hvaða týpur sitja svona fastast í huganum? Týpur þá af bílum hjá BL, er það tala um. Já. Það eru sko mismunandi raddir fyrir mismunandi bíla, því að markadeildir þessara fyrirtækja sættis ekkit við að Land Rover lesarinn sé að lesa fyrir BMW. Nei. Þetta eru karakterar, sko. Já. Varst þú með Runo? Það eru stóru breiðu spjótin. Nei, ég var ekki með neina franska bílategund undir mér. Nei, sem betur verið ekki. BMW var náttúrulega og fleiri. Nissan. Og Bílaland, ég var með notuðu bílana. Já. Líka. En þú, Gylfi, varst þú? Ég var með þetta allt saman og ég held að síðasta auglýsingin sem ég hafi lesið fyrir þá var léttskoðun sem þá var. Já, léttskoðun. Og svo tók Maggi við. Gott að spursmál er að fara í þessi stóru mál. Já, þetta eru þetta ekki fréttir vikuna, þetta eru fréttir aldarinnar. Þetta eru fréttir aldarinnar. Já. Sko, við erum báðir þessar raddir sem að heyra stundum og engin veit hver les. Það eru við. En svo við komum inn á það af hverju þið eru hingað komnir. Mér datt í huga að fá ykkur tvo úr ólíkum áttum út af þessum ótrúlegu fréttum frá Spáni og Portúgal. Ég meina, það eru tvö stór ríki í Evrópu sem beinlínis lamast að þeir virðist bara upp úr þurru. Rafmagnið fer að þessum ríkjum eins og hendi sér veifað. Hvað er að gerast þegar að við horfum upp á svona lagt? Já, mér heyrist nú allavega á spænskum forstjóra Landsnets þeirra að það sé ekki ennþá vita hvað gerðist. En hún ábyrgist. Þetta mun aldrei gerast aftur. Og þeir útilokar það eru frekar stór orð. Og útilokar hryðjuverk. Útilokar hryðjuverk, en ég meina það sem ég hef lesið um þetta þá virðist nú vera að það hefur verið einhvers konar menn hafi reitt sig of á óstöðugu orkugjafa á sólar og vind inn á kerfin
og það bara ekki staðið undir þessari framleiðslu. Þessi kerfi eru rosalega stór og eru viðkvæm fyrir, sko, ef það verður sveifla á einum stað, þá getur þú margfaldast einhvers staðar annar staðar, svo byrja hlutir að slá út og þetta er hryllilega keðjuverkanir sem fara að stað í þessu. Eins og þegar kemur útsláttur hjá Norðuráli á Grundartanga og það verður þungt högg á húsnæði í Mývatnssveit. Akkurat. Þetta er nákvæmlega sami hlutur. Þetta eru viðkvæm kerfi. Já. En þarna verður þetta allsherjar útsláttur í stórum samfélögum. Gylfi, þú hefur nú hefur unnið að málum þar sem að alvarlegar aðstæður komu, hvort sem það verður að rýma Grindavík eða hálfgert útgöngubann sett á heila þjóð út af heimsfaraldri. Þegar þú horfir á svona atburð, hvað kemur upp í huga? Ef ég má nú aðeins skantast með þetta, þá kom það fyrst upp í hugan, mikið var þetta heppilegt í miðri herferð okkar hjá Rauða krossinum var þetta 3 daga verkefnið, 3 dagar.is. Matvælin. Þetta leit út fyrir eins og þetta væri bara áframhald af þeirri herferð, sko, að fólk ætti nú að vera viðbúið. Þetta er svona raunheima áminning. Já, þetta er raunheima áminning, en það er náttúrulega, sko, þegar við förum á stað með þessa herferð, þá er það 1995, svo það sé nú sagt, ásamt almannavörnum. Einmitt út af svona atburð, þetta getur alltaf gerst, að rafmagn getur farið af til lengri tíma. Það geta orðið hér á þessu landi alls konar atvik sem orsaka það að við þurfum að vera sjálfum okkur nóg í einhver tíma og það er svona miða við þessa 3 daga, þannig að það er nú kannski það sem að tekur lengst hjálparlið að berast, en við höfum margoft lent í þessu Íslendingar að vera án rafmagns svo dögum skiptir, sérstaklega fólk út á landi. Þannig að sko þegar við byrjuðum á þessu núna og þá voru margir sem að svona kvörtuðu kannski á netheimum yfir því að við varum að hræða, en þetta er nú sérstaklega gert til þess að fræða, ekki hræða, og við sjáum það líka þegar þetta gerist bæði þarna í Portúgal og Frakklandi að við erum svo háð rafmagni. Það fyrsta sem að fólki dettur oftast í hug þegar rafmagn fer, það er að hella sér upp á kaffi. Það gengur ekki. Það gengur ekki. En sko það verður að segja Íberíu skagamönnum til rós að þeir ná þessu upp á alveg ótrúlega skömmum tíma. Og maður skilur svo sem á Íslandi þeir eru að fara niður á Vestfjörðum og svo framvegis, það eru þetta oft bara einhverja háspennulínur sem hafa ísast og brotnað eða möstur farið niður eða hvað. En svona kerfisbilun er náttúrulega miklu alvarlegri hlutur í rauninni. Ef okkar landsnet bara myndi leggja svona á hliðina, ég veit ekki hvað það tæki langan tíma að koma því upp aftur. Já, þetta byggir ekki bara á línulögnum öðru, þetta er líka þessi tölvukerfi sem er að ráðast á annað og það er þetta þess sem að menn óttast möguleg hryðjuverk. En þetta með 3 daga verkefnið, þið segið þetta getur rafmagn og annað, á öðrum Norðurlöndum eru bæklingar að koma inn á heimili fólks, þar sem að eru samskonar eða svipaða leiðbeiningar, en það varðar bara einfaldlega mögulega árás, innrás frá Rússum eða öðrum óvinveittum ríkjum. Þið ekki bara að sykurhúða þetta og segja, þetta snýst bara um það að Landsnet geti klikkað? Hver eru ykkar skilabóð? Af hverju á ég að vera með 3 daga? Já, það er nú einmitt út af þessu, eins og gerist þarna og við sjáum nú til dæmis líka bara hvað er það, í fyrra hittifyrra að þá fór nú heita vatnið af og stórum hluta bara, Keflavík, Njarðvík, bara heitavatnslaust og fólk komst ekki í bað. Rafmagn fór, gott að það var ekki bara meira og minna rafmagnslaust í 3 eða 4 daga hérna á Snæfellsnesi út af óveðri. Og eins og ég segi, þetta er verkefni sem við höfum verið í með almannavörnum frá 1995. Það var engin að tala um Rússa þá, nota bene. Þannig að nei, við erum ekki sigurhúða eitt í þessu. Og ef að við værum að reyna að undirbúa fólk undir stríð þá hefðum við nú eflaust gert það með einhverjum öðrum hætti og ég sé nú ekki endilega að það sé okkar hlutverk að gera það heldur nema ef við værum beðin um það sérstaklega. Það sem að við höfum ýmsa sérfræðinga hjá okkur sem að þekkja slíkt en nei, við erum ekki að sigurhúða einhver tilvonandi hættu ástand út af stríðsátökum, alls ekki. Hvað er það sem að við, Magnús, þurfum að gera í sambandi við þetta 3 daga verkefni? Segðu okkur í stuttu máli. Já, hvaða atriði eru þetta sem eru sennilega ólagi hjá okkur en við munum færa til betri vegar helgina? Það verður ekki misskilningu, við deilum ekki heimili. Það er skott að hér sé allt upp á borðinu. Já. Nú þegar það er frá. Jú, það er náttúrulega sko, flest erum nú þannig að við eigum mest það heima hjá okkur sem við þurfum á að halda þegar svona gerist.
Við byrjum náttúrulega á því að sko borða það sem í ísskápnum sko, svo þurfum við að borða það sem í frystinum eða þetta til lengri tíma en við þurfum einhvern veginn að elda það. Þannig að annarkvort þurfum við að nota gasgrillið eða prímusinn sem að oft leynist nú í útilegudótun okkar. Við þurfum að eiga reiðufé og það kom nú skýrlega í ljós að ná lífeyrisskaganum að sko fólk þurfti reiðufé til þess að bjarga sér. Því að þetta var á sumum stöðum sólarhringur sem að rafmagn var úti. Reiðufé til 3 daga þá? Það hugmynd? Já, sko, já, því ekki. Og það náttúrulega mismunandi hver sú upphæð þarf að vera. Maggi eyðir mun meira en við, gerir ég ráð fyrir. Akkurat. Ertu með 1,5 milljón í reiðufé heima hefur? Eðlilega. Og hérna... Það kostar að vera í tennis. Það er mjög dýrt að vera í tennis. Boltarnir eru dýrir. Og svo er hann alltaf með sínaskeiðabólgu líka, gerir ég ráð fyrir. En það er svona ýmislegt og þú getur lesið allt þetta á 3dagar.is, það sem við birtum svona lista yfir það sem hægt að versla sér. Þú getur líka farið inn á bæði, sko, veit ég að Ólís að fara að selja svona viðlagakassa og inn í Elko, ef þú slærð inn viðlagakassi inn í leitarvélina hjá Elko og þá farið upp alls konar vörur þar. Sumir að selja, sko, handtrekt útvörp. Vegna þess að það var nú það sem að vantaði svo mikið hjá fólki einmitt þarna í Frakklandi og Portúgal að það var að fá upplýsingar. Og þegar net og símar liggja niðri þá er ekkert eftir nema útvarpið og þá er eins gott að hafa annarkvort batteri eða geta trekt það upp til þess að geta hlustað. Jón Axel vinur minn er með að selja einhverjar svona varaaflstöðvar. Á fólk að koma sér slíku til að geta hlaðið síma og annað? Já, sko, ég á nú svona batteri, svona banka, hleðslubanka. Og er hann fullur af rafmagni? Ég passa hann sé alltaf fullur af rafmagni, já. Jú, það er gaman að síman að laðna sko, til að taka myndir hvert að öðru í rafmagnsleysinu. En sendarnir hætta að virka innan sólarhrings líklega. Innan sólarhrings, já. Já, það er svona varaafli sem á flesta er sólarhringur. Já, ég veit ekki hvað það er hjá RÚV reyndar. Og Gylfi segir, ég er bara farsímasenda sem víðast hvar. Og sko Gylfi segir þú verður að byrja því að borða úr ískápnum og frystinum. Og þetta alltaf kannski snertir ekki Íslendinga mjög mikið af því að það er svona ískáp siti bæði inni og úti. En sko eins og Spáni getur ímyndað eitthvað matvælin sem eyðileggjast á einni viku í rafmagnsleysinu. Bara þegar engin frystir virkar. Kælibúnaður þarf að virka það. Og það er 30 gráður úti. Þá þakkar maður fyrir að búa í ískáp. Þá er mikið gott að vera hér á norðurslóðum. Það er annað mál sem ég ætla reyndar að koma aðeins inn á eftir í samtal við Vilhjálm Bjarnason, fjárfesti. Það er þetta hlerunar eða njósnamál sem að koma upp og maður einhvern veginn klórar sér í kollinum yfir þessu og þessum upptökum öllum og fáránleikin einhvern veginn ráðandi. Hvaða augum lítið þið þetta þegar þið sjá þetta? Ef ég má byrja, sko, ég var ekkert hissa á þessu. Þú veist, það eru gríðarlegir hagsmunir í gangi og við höfum ekki halda á Íslandi að það sé ekki verið að nýta svona þjónustur. Það hefur verið gert áður, meira að segja að bankarnir hafa nýtt sér og svona þjónustu gegnum tíðina. Það er bara svo miklir hagsmunir. En að ráða skafta til að annast verkið, það er umdeilanleg ákvörðun. Þetta er amatörlegt. Já, þetta er bara hlægilegt. Sko, ég mun allavega aldrei treysta manni framar sem heldur á kókomjólk. Nei, þú veist ekki. Og slagorðið, sko, þú far kraft úr kókomjólk, það er algjörlega að fengið, sko, byrjuðu báða vanginu. Kótakmjólk. Já, kótakmjólk. En þetta er náttúrulega mjög broslegt, sko, að mörgu leyti fyrir okkur sem ekki lentum í þessu. Já, auðvitað. Það er auðvelt að hlæja þessu verandi ekki fórnarlamb, en sko, elta Vilhjálm Bjarnason daginn út og inn að keyra börnin í skólan og... Ég geti hugsað mér margt skemmtilegra. Já. En það er nú líka þannig að þeir sem að stóða þessu, þeir hafa komist í fréttir nokkrum sinnum varðandi sín störf og ekki af góðu endilega. Þannig að það er kannski pláss á markanum fyrir það sem við vilja gera spæjarar og gera það vel Já, enda ekki öll spæjaraverkefnin í fjölmiðlum. Það er heldur óhefnilegt trakkrekord. Já, innan þess að gera. En þarna er þetta alvarlegur undirtónn, þarna er lögregluþjónn, einkennisklæddur maður. Lögregluþjónnar er fólk sem við berum virðingu fyrir, þeir hafa valdheimildir gagnvart okkur. Á ekki alltaf að vera á yfirsnúningi hjá lögreglunni og dómsmálaráðuneytinu út af þessu. Jú, ég ger nú bara ráð fyrir að það sé það. Man heyrist það nú að það sé og auðvitað, sko, menn gera mistök og sannarlega virðist þessi maður hafa gert það og það verður þá bara rannsakað innan lögreglunnar og svo kemur ykkur niðurstaða í það mál.
Maður auðvitað veit ekki hvernig þau verjast allar að frétta, auðvitað Björgólfur Thor lætur ekki ná í sig. Það náðust í Ragnhildi Sverrisdóttur sem var upplýsingafulltrúi Nóatós á 3 eða 4 manna skrifstofu á þessum árum. Og hún segir bara no comment. Er þetta sætta sig við þetta? Verður þetta fólk ekki að leysa frá skjóðun það hvað þið gekk til og hvað það vissi? Við vitum ekki eins og í hennar tilviki hvað hún vissi en það trúi því nú held ég varla nokkuð maður að þetta hafi algjörlega farið fram hjá henni. Nei. Hún líka í þeirri stöðu og hún er nátengd sko ríkisstjórnlandsins í dag. Já. Og Landsvirkjun. Og Landsvirkjun, já. Þannig að ég myndur að ætla að það væri eðlileg krafa að hún opnaði sig eitthvað málið. Já, ég ekkert endilega viss hún hafi eitthvað endilega vitað málið sko, en þá bara segir hún það. Ég meina, ef þú ert að láta njósna menn, þú ert kannski ekki að auglýsa það neitt sérstaklega, jafnvel meðal starfsmannaðinna, sko. Já, og það ekkert sem segir hún tengist þessum málum. Nei, en þetta mjög Nóatós ekki stórfyrirtæki. Nei. Og þarna eru þau í hörðum slag við þetta fólk pérlega séð. Þannig að maður velti fyrir sér, hefur það farið alveg fram hjá henni. Við bara fáum ekki svörið því. En við hljótum að gera kröfu það. Fer ekki að stað einhvers konar lögreglurannsókn, verður þetta fólk ekki kallað til yfirheyrslu eða annars í þeim dúr? Ég veit ekki hver vinnubröðin í þessu. Persónuvernd er byrjuð á einhverju frumkvæðisrannsókn eða ekki? Já. Helga lýsti því yfir. En persónuvernd hefur svo sem engin úrræði held ég í málinu. Nei, ekki frekar en fjölmiðlanefnd. Ekki frekar en fjölmiðlanefnd. Þetta er þessi ókvæðlegu batteri innan stjórnsýslunar. En svo það, þetta er þetta mál sem að tengist Ríkisútvarpinu, það að segja að þeir flytja fréttir af þessu, en við höfum líka séð önnur mál eins og málið þar sem að svona Jóns Gunnarssonar lendir í tálbeitu, Byrlunamálið sem að menn vilja nú ekki ræða á vettvangi RÚV. Er þetta ekki bara miklu algengar en við höldum að það sé verið að... Jú, þess vegna þarf enginn að vera hissa. Klausturmálið. Það þarf enginn að vera hissa. Nei. Þetta sé í gangi. Þú þarf bara að vera hissa hvað þetta er illa gert. Þér er greinilega misboðið. Já, mér er misboðið. Ég held að það sé eyða þarna á markaði fyrir gott. Já, ég meina, ef þetta forsetaframboð gengur ekki, þá alveg spurning. Bara ís og vottað njósnafyrirtækja. Já, kókumjólkin. Þú ert í forsetaframboði til Íþrótta- og Ólympíusambandsins. Ég var nú búinn að fá hann Willum, þá núverandi kollega þinn í framboðsmálum til mín. Þú ert formaður tennissambandsins. Það hlýtur nú að vera eitt af litlu sérsamböndunum. Örsmátt. 1800 iðkendur. Já, þó það. Þó það? Já. Hvað ætlar að gera verðuru kjörinn forseti? Má ég halda framboðsræðuna núna? Bara gjörðu svo vel. Ég held að sé bara, sko, þetta er gríðarlega spennandi samtök í þessi. Þetta er bara stærsta fjöldahreyfing landsins og ég held hún sé ekki með þann sess sem hún á að vera með, sko, í samhengi samfélagsins. Þetta er stofnun sem að elur upp börnin okkar. Þetta er ótrúlegt afreksstarf unnið þarna, það er mikið lýðheilsuverkefni og mig langar að færa í rauninni samtalið ISI frá því að vera einhvers konar styrkþegar yfir því að fái bara eðlileg framlög til þess að vera þessi máttarstólpi samfélags sem það er. Og ég leiði mér að fullyrða að sko íþróttahreyfingin hafði ekki minni áhrif á syni mína í uppeldinu heldur en grunnskólinn á sínum tíma. Innan íþróttastarfsins þá eignuðust þeir sko fyrirmyndir, þeir lærðu að ástundun sko fylgir árangur, þeir lærðu að tapa, þeir lærðu að sigra, þeir lærðu ótrúlega hluti til að bara leyfa þeim að glíma við lífið. Og einhvern veginn því miður þá hefur sko skólakerfi alltaf verið að víkja sér undan þessu hlutverki. Þeir fundu sér enga fyrirmyndir í grunnskóla. Nei. Og nú má ekki einu svona prófa börnin eða láta þau Já, við skulum ekki einu svona fara þangað. Við skulum ekki láta þau keppi í íþróttunum, bara æfa þær sko. Svo fáum við enga mælanleika á það hversu góðu eru. Nei, mælanleika, þú lærir mælanleika, þú lærir hvergi betur mælanleika heldur en í íþróttunum. Nei, hlaupið 100 metrar. Já, og þú leipur á svona mörgum sekundum. En ertu þá að boða það að þú ætlar að fara og sækja meiri peninga til þessu opinbera eða hvernig? Ég er að boða það. Ég er að reyna að koma þessari hreyfingu á annan sess og hluti af því verkefni líka er að einfalda hreyfinguna. Þetta er gríðarlega flókið, það skilur eiginlega enginn hvernig þessi íþróttu og æskulýðsmál eru sett upp í dag. Það er að segja að þú ert með öll þessi sérsambönd, þú ert með öll þessi íþróttahéruð innan ISI, síðan til hlýðar þetta allt ertu með ÖMFI, síðan ertu með svæðisskrifstofur sem reknar sko í samvinnu ÖMFI og ISI og þetta er gríðarlega flókið og það er svo mikil stjórnsýsla og mikil svona umsýsla og skýrsluskil að sjálfboða liðar innan hreyfingarinnar eru bara örmagnaða þreytu.
Það þarf að létta þeim lífið. Þeir eru bara eins og starfsmennir sem í bönkunum sem eiga samskipti við fjármálaeftirlitið. Nei, það er sami hlutur. Ger ekki annað en að fylla úr skýrslur. Já. Þið eigið það sameiginlegt, það er þessi íþróttahreyfingin og Rauði krossinn, það er mikil fjáröflun alltaf í gangi. Þú hefur það með höndum. Eitt af því sem er mjög viðkvæmt máli öllu saman og tengist inn í háskólann líka, það eru fjárhæðspilin, það eru lottóið og spilakassarnir og allt þetta sem að við mörg hver njótum þess að taka þátt í en margir hafa því miður átt erfitt með að fóta sig. Hvernig endar það allt? Já, hvernig endar það nú? Þetta er mjög góð spurning og eins og til dæmis í okkar tilfelli við eigum ásamt Landsbjörgu Íslandsspil og erum í samkeppni við ríkið varðandi spilakassa sem er Háskóli Íslands og það er himinn og haf þarna á milli vinningar í kössum Happdrættis Háskóla Íslands hleypur á einhverjum milljónum, 20 milljóna jafnvel. Ég held að hæsti vinningur í kössum okkar sé 200.000, þannig að það er himinn og haf þarna á milli. Nú eins er það lottóið, að það eru nú vinningarnir mjög háir líka. Við höfum margoft komið fram með þá tillögu að gefa út svokölluð spilakort, þar sem að þú þarft að kaupa þér inneignina. Það hefur ekki náð fram að ganga ennþá og ég held að bæði fulltrúar Íslandsspila hafa farið á fund síðustu held ég 5 dómsmálaráðherra, af því þetta heyrir nú undir dómsmálaráðuneytið, að reyna að koma þessu svona í betra horf. Síðan erum við náttúrulega líka að horfa á öll þessi fjárhaldsspilaukarnir netið. Veðmálafyrirtæki gríðarlega. Já, og þetta er bara að því að nú erum við allir þrír höfum við unnið í fjölmiðlum og þú náttúrulega eftir enn að vinna í fjölmiðlum líka í ráðfyrir. Já, vonandi. Og það er alltaf verið að tala og þið hafið talað mikið það báðið tveir að RÚV að fara af auglýsingamarkaði til þess að auðvelda öðrum íslenskum fjölmiðlum. Ég veit ekki hverju það muni breyta vegna þess að peningarnir á íslenskum auglýsingamarkaði, þessir 10 milljarðar, þeir eru búin að vera 10 milljarðar síðan að ég var í þessum auglýsingabransa hér nú síðast hérna á Morgunblaðinu. Lítið breyst. Lítið breyst. Þetta er alltaf að fara út og það er ekki að borga neitt skatt af því. Fyrirtæki eru að lágmarki að setja 20 milljarða í auglýsingar erlendis til þess að auglýsa fyrir Íslendinga sem ekki að fara til íslenskra fjölmiðla. Það er alvarleiki málsins. RÚV er aukaðri í þeirri mynd frá mínum bæðaturum séð í það minnsta. Nú sé ég að... Já. Ég ætla ekki að leiðast út í RÚV auglýsingaumræðuna. En varðandi ég sé náttúrulega á íslenska Ketsspá, eða stórum hluti því, og þar er ekki bæði lottóið og síðan 1x2 leikirnir. Ég er ekki með svarið hvernig framtíðin á að vera, en ég veit að þessir tekjustofnar munu bara hverfa ef að íslensk Ketsspá má ekki keppa við erlendu fyrirtækin á jafnréttisgrundvelli. Það er að segja ef að íslensk Ketsspá á bara að vera með aðra hendi bundna fyrir aftan bak, þá mun þessi verðmæti tekjustofn hreyfingarinnar, hann mun bara gufa upp á endan. En er þetta ekki bara til marks um það hvernig löggjafinn og kerfið sem við höfum byggt upp hefur bara ekki fylgt tækniþróuninni? Það sama á við bara áfengisauglýsingar sem bara er ekki hægt að stemma stigum við nema bara mjög takmörkuðu leyti og þá er spurningin á að hefta sum á þá íslensku fyrirtækin á meðan að hinir geta leikið lausum hala í gegnum þetta alþjóðlega samskiptanet sem að við höfum komið okkur upp. Já, það bara virkar ekki. Það virkar ekki. Þú ert með einhverja einkaleyfisbundna starfsemi sem er mjög reguleruð og svo ertu bara með eitthvað frífóról hérna við hliðina á því að keppa. Og það er reyndar þegar þetta er flókin umræða, þegar svo mikið siðferðisspurningum í þessum betting og gambling heimi. Og það er alveg heiminn og haf á milli ábyrgra veðmála, ef svo má segja, þar sem er ekki þetta instant gratification. Það er að segja, þú ert að veðja á leik kannski, en það er mikill munur á því að vera að taka þátt í því og síðan að vera bara að spila í kasinói. Það sem þú færð bara instant alltaf annarkur tap eða sigur. Og þetta er svo meðum við ekki gleyma að þetta er stór tekjustopp til dæmis fyrir KSI og HSI í veðmálin. Það er að segja þeir selja svo réttindi á upplýsingar, þess vegna allir leikir teknir upp til þess að geta verifæða hvor var þetta raunverulega aukaspyrna, fékk hann rautt spjald og svo framvegis. Og íslenska deildin sem datarétturinn af KSI á sumrin er mjög verðmætur af því að það er svo fáa deildir að spila á þessum árstíma. Það er hvergi verið að spila. En ef menn ætla að veðja á eitthvað, þá verður það bara að vera KRI. Og það er alþjóðlegt. Það er bara fólk í Bretlandi að veðja hvort að Káa taki Hauka á morgun. Já, eðlilega. Enda mest spennandi leikur sem í boði er. Jú, vissulega.
Eru aðrar stórar fréttir sem að hafa svona gripið ykkar augu og eyru síðustu dagana? Eða... Já, ef að ég má byrja þá verð ég að segja að flokkur fólksins hættir ekki að koma óvart. Nei. Ég var ótrúlega hissa að fylgjast með þingumræðu í fyrradag þar sem að Inga Sæland var spurð bæði út í skipan Heimismás í stjórn Ríkisútvarpsins og eins út í skipan stjórnar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og hennar svör voru bara á einni veg, það er bara ég á þetta, ég má þetta. Já. Ríkisútvarpið þarf að vísa í að Heimir Már Pétursson sem upplýsingafulltrúi og framkvæmdastjóri þingflokksins, hann komin í stjórn RÚV og segir nú reyndar í viðtali við okkur hér í morgun að þetta sé ekkert óeðlilegt, stjórnin eigi að hafa eftirlit með störf RÚV og hann hafi skoðanir á því. En Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það er annað mál, þar eru settir inn flokksgæðingar en jafnréttislög eru brotin og að engu virt. Á þetta má þetta. En verður þetta þá ekki bara lenskan í eins og almenningshlutafélögum og einkahlutafélögum að menn segja bara, stjórnvöld eru búin að gefa fordæmi? Sko ríkisstjórnin, fjármálaráðherra, hafði gefið út að nú verða faglega ráðningar sem ráða. Nú skulu fagmenn fara í alla stjórnir og svona þessum að deilum hvort að það hefði heppnast í þeim stjórnir sem er skipaðar. En þarna er formaður flokks fólksins bara að gera eitthvað allt annað. Já. Þannig að mér fannst þetta merkilegt. Finnst þér Heimir Már ekki þá hæfur sem stjórnarmaður í RÚV? Þetta er svo mikill óþarfi þessa skipan og hann hefur, ef þú hefur séð einhver viðtöl sem hann hefur tekið þátt í með ráðherrum sínum upp á síðkastið, þetta er ekki maður sem virðir línur, einhver boundaries. Hann niðurlægir ráðherrana sína aftur og aftur með að grípa fram í fyrir þeim, hann stoppar viðtöl, leiðréttir þá. Er þetta maðurinn sem ég treysti til að skipta sér ekki af neinu innan Ríkisútvarpsins? Ég held ekki. Þetta er bara svo mikill óþarfi. Já. Ég vann nú með Heimir Már, mitt fyrsta starf, þá var ég grafari kirkjugörðum Reykjavíkur, hann var verkstjóri minn þar, var fínn sem slíkur sko, þannig að ég get alveg treyst honum til þess að grafa RÚV líka, það er örugglega bara ekkert mál. Þetta hljómar nú alveg svo músík Eyrún Magnússon. Já, ég veit það, þess skaut ég nú þessu af. Það er alltaf verið að leiða mig út í einhverja RÚV umræðu. Já, en við megum nú ekki gleyma því líka að Kári var nú tilkynnt að hann var hættur. Það eru stór tíðindi. Það eru stór tíðindi. 76 ára gamall að stíga úr þessum stóli. Maður man nú vel þessa atburðarás þegar hann var að koma í íslenskri erfðagreiningu og miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði á laggirnar. Já. Hann er litríkur. Hann er mjög litríkur og ég vona að við eigum nú eftir að sjá eitthvað frá honum, sko. Hann er skemmtilegur. Er hann hættur? Hann hlýtur að vera hættur. Já, það er að segja, mönnum ekki láta að sig kveða bara þá á einhverju öðru sviði. Ég veit það ekki. Var hann rekinn? Það er ekki. Ég veit sko, en þetta er ekki, hann er ekki einn í þessari. Við talum í hálfu hljóðum. Við erum að missa Boga Ágústssonar sömu viku. Já. Er hann hættur? Ég var ekki búinn að frétta á það. Það fór algjörlega fram hjá mér. En ég held að sé ekki til tveir menn sem eru andstæðari einhvern veginn í allri framkomu og allir sínu æði heldur þessi tveir. En þetta er náttúrulega ákveðið áfall fyrir þjóðina eflaust að missa þessa tvo sömu vikunni nánast. Já, Bogi hefur auðvitað verið gríðarlega öflugur og er í raun og veru stofnun út af fyrir sig. Heldur betur. Hann getur núna einbeitt sér að öðrum verkefnum sem hann hefur sinnt. Hann situr í orðunefnd fálkaorðunar. Já. Formaður orðunefnd. Er það? Já. Það hlýtur að nóg að gera það. Ég hefur aldrei hringt í mig, ég lýsi eftir því hér. Já, við bara bendum á það. Ert þú ekki komið fálkaorð? Jú. Ég fekk mína. Gylfi er alltaf svona Wolf þjóðarinnar. Ef það kemur vandamál þá bara hringt í Gylfa. Já. Hann og Víðir Einarsson. Af hverju ert þú ekki komin inn á þing? Var þér ekki boðið að taka sæti á lista? Jú, mér var það. Var það Heimir Már? Nei. Það var ekki komin inn í þetta þá. En það var bara þannig að sæti sem var í boði, það hefði ekki tryggt mér sæti á þingi. Nei. Og ég sá ekki fram á það að ég myndi gera nokkuð gagn að vera einhverstað bara nafn á einhverja lista. Þannig að annarkvort tekið starfið að mér, eða bara ekki. Þannig að Svona hugsa Wolf. Ég þakkaði fyrir bara hlýjar hugsanir en ég kannski kem seinna. Já. Það er aldrei þetta. Framboðin geta verið ýmsu toga eins og tennisformaðurinn er að samla í þessu. Ég er nú forseti hins íslenska knabbafélags. Ég get látið það eftir ef þið langar að koma í hestamennskuna.
Er það með aðild að ISÍ? Nei, því miður. Við erum nú ekki nema 15 í því félagi held ég. En þetta gott félag. Já, þetta er spennandi í meira lagi. Þetta ágætis yfirferð. Þakka ykkur kærlega fyrir kona Magnús Ragnarsson. Ég óska þér góðs gengis í þínum framboðsmálum. Takk. Og Gylfi Þór Þorsteinsson, gangi ykkur vel með verkefni 3 dagar og hvet fólk til þess að fara inn á þá ágætu síðu og farið þennan góða tékklista. Takk. En það er einn maður sem hefur verið að fara yfir ýmsa tékklista síðustu dagana. Hann er að koma hingað til mín. Hann Vilhjálmur Bjarnason, umræddur á VAF 279. Hann ætlar að ræða við mig þetta ótrúlega njósnamál og dálítið kannski forsöguna að baki því. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið í sæl og blessuð að nýjum. Eitt það mál sem að skekið hefur Ísland umfram önnur síðustu sólarhringana. Það er njósnamálið svokallaða sem tengist því að Björgólfur Þór Björgólfsson, athafnamaður með meiru, réði njósnara til að fylgjast með fólki út af átökum sem hann átti í við Róbert Wessman, eða svo hafa menn talað. Og Ríkisútvarpið greindi fyrst frá og einn aðalleikarinn í þessari atburðarásatri er Vilhjálmur Bjarnason sem stundum er nefndur fjárfestir. Hann er kominn hingað til mín og við ætlum að fara þessi yfir þetta mál og önnur sem að tengjast atburðarásinni og því mikla gjörningaveðri í kringum árið 2008. Velkomin, Vilhjálmur. Takk fyrir. Ég er alltaf að fá að leiðrétta tvennt. Í fyrsta lagi þá er ég ekki leikari í þessu, ég er fórnarlamb í þessari atburðarás. Í öðru lagi þá er ég ekki fjárfestir, ég er fyrst og fremst áhugamönnum fyrir alls svona sparnað. Og fjárfestir leið? Já, það getur vel verið að allir sem eiga frjálsan sparnað séu fjárfestar. En ég er það ekki umfram aðra. Þú farið að ráða þessum hluta viðtalsins en öðru ekki kannski. Aðaleikari eða fórnarlamb, jú, þú ert kallaður upp í útvarpshús og þér eru sýndar upptökur af þessum njósnaleiðangrum sem að beindust gegn þér og fleira fólki. Geturðu lýst í hvað fer hugamanns þegar að maður fær svona upplýsingar í hendur? Það er náttúrulega fyrst og fremst að það skuli ráðist svona inn í einkalíf manns og það að maður skuli vera vaktaður frá klukkan 6:30 á morgni til kvölds og mér finnst þetta bara beinilínis árásu í mitt prívat líf sem ég held að ég gæti átt í friði. Þið hefur aldrei grunað? Mér grunaði þetta aldrei að þetta væri með þessum hætti, eða gæti verið með þessum hætti. Og það náttúrulega rann kalt vatn mig og sumt sem að ég hugsaði, ég get nú allan ekki segja það uppátt og af hverju ekki? Já, ég allavega ekki að segja það uppátt að sinni en þegar menn eru komnir svona langt sko, hvað með húsbrot og hvað með hleranir sko, ég veit ekki með hleranir, ég held að hafa ekki verið húsbrot, ég hef ekki orðið var við það. En nú hafa hleranir eða tilraunir til að lokka fólk verið stundaðar og með velþóknun manna. Ég nefni dæmið af máli sonar Jóns Gunnarssonar þar sem að erlendur útsendari kemur hér og hellir í mann víni og reynir að draga upp úr upplýsingar. Er þetta ekki bara orðið viðurkennd aðferðafræði í samskiptum manna í millu? Það getur vel verið að það sé viðurkennd hjá einhverjum en ekki hjá mér. Þú tekur fyrir það alveg? Já, ég hef ekki beitt þessum aðferðum. Nei. Ég hef talað við fólk, ég hringi í fólk og ég kann ekki að taka upp samtöl í símanum mínu til dæmis. Þú ert stálminnur, þannig að þú manst hvað við þið sagt. Já, ég er, við skulum segja, ég er minnur, já. En förum aðeins yfir þetta mál, þar að segja
hvað það sem leiðir til þess að þeir fá augastað á þér og senda sína menn á eftir þér með þeim hætti sem að við höfum orðið vitnað? Sko, ég tel að það sé þáttaka mín í málsókn gegn Nóvatör, gegn Björgólfi Thor Björgólfssyni, fyrst og fremst, sem meiri hluta eiganda í Landsbankanum, þess að hann og hans fjölskylda voru yfirtöku skild vegna stórs eignarhluta eða stórra eignarhluta. Þeir eignarhlutir voru ekki allir á sama nafni og sumir voru faldir. En félagi minn í þessari málsókn sá sem eiginlega fann slóðina, hann hafði lúslesið rannsóknarskýrslu Alþingis og rekist þetta nokkra hluti sem samanlagt gaf honum vísbendingum að þetta væri ekki eins einfalt eins og rannsóknarnefndin hélt. Og hann fer með þetta í landslög og landslög gera boð fyrir mig þar sem að þeir vissu nú að ég var áhuga maður að gæta hagsmuna hluthafa og þegar málið skoðað af þeirra hálfu og okkar að þá náttúrulega staðfestist grunur okkar en okkur vantar eitthvað af gögnum og meðan við erum að safna gögnum að þá ákvaðum við að stofna málsóknarfélag. Það er að segja að litlir hluthafar þurfi ekki að fara hver og einn í mál þó það þurfi ekki að taka eins og kallað prófmál þannig að allir þurfa að stefna og bíða meðan eitt mál fyrir í gegn heldur þarna yrði stofnað málsóknarfélag þar sem að þeir sem að hlut eiga máli eiga samkynja hagsmuni og stefna að málsóknarfélagi stefni og þetta hefur aldrei verið gert áður og svo kemur nú á daginn að málið nú flóknara vegna þess að aðilar málsóknarfélaginu þeir eigna sín hlutabréf á mismunandi tíma og svo framvegis þannig að þetta er ekki alveg eins samkynni eins og við heldum og við náum að skipta þessu upp og málið fer í farveg og reyndar og síðari stigum koma inn í málsóknarfélagið kröfuhafar sem eignuðust kröfur voru ekki hluthafar í Landsbankanum heldur eignast kröfur lífeyrissjóða, kaupa kröfur af lífeyrissjóða. Á hinn fallna banka? Hlutabréf í, kaupa hlutabréf í bankanum eftir hann fallinn. Og það eru Alvogen sem er þar eða menn tengdir Alvogen og svo kemur líka Hvalur og Venus og það nú ákveðið að taka Hval og Venus út úr málsóknarfélaginu vegna þess að hagsmunir þeirra tveggja félaga voru svo einföld. Þetta voru bara einu eða tvenn kaup á kvot þannig að það var hægt að reka það mál. En Alvogen hlutin sem nú kannski rótin að þessu öllu. Já, hann var inn í málsóknarfélaginu. Var það ekki óheppilegt í ljósi þess mikla hnútukast sem hafði verið milli Róberts Wessman og Björgólfs Thor? Ég veit það ekki, akkur er það óheppilegt. Þetta eru alveg sjálfstæðir hagsmunir og það er auðvitað bara óheppilegt vegna þess að vita að þessi menn höfðu búist á banaspjót. Já, dómstólum kemur það bara ekkert við. Og málið var alfarið á forræði stjórnar málsóknarfélagsins og síðan þegar þessi njósnir kom upp að þá er það náttúrulega liggur það alveg í augum uppi að það á að fara að tengja mig og Ólaf Kristinsson sérstaklega við Alvogen og Róbert og aðeila honum tengda. Hittið þú Róbert Wessman einhver tíman í tengslum við þetta mál? Ég hef aldrei hitt hann, hvorki tengslum við þetta en í annað. Og ég hef hitt einn aðeila innan hús hjá Alvogen, þar sem við ræddum þetta mál eftir að þetta ákomið á stað. Hver var það? Ég ætla nú að sleppa því að nefna það, þetta var bara okkar fundur og við ræddum þetta mál svona eins og þetta lá við okkur og hvað við verðum að fara og síðan var þetta mál alfarið á
forræði lögmanns landslaga og stundum kom upp atriði sem hann vísaði til stjórnar málsóknarfélagana og formaður stjórnar Hildur Ýr Viðarsdóttir lögmaður hjá landslögum og svo vorum við Ólafur Kristinsson í stjórninni og við þurftum stundum að ræða mál fyrir utan það að ég kom þarna í tíma og ótíma á landslög og spurði gang hvað var að frétta núna og svo ferill málsins sá að þessi vísað frá á grundvelli fyrningar í héraði og fyrningin hófst þegar Landsbankinn fór í þrot og við áfrýjum því til Landsréttar og Landsréttur fyrnir þetta frá vegna þess að fyrning hófst þegar skýrsla rannsóknarnefndarinnar kom út. Og þar með málið áfram gilt? Nei, við vorum aðeins of sein. Með það líka? Já, en þá kemur Hæstiréttur og segir að það sé nú ekki víst að málið sé fyrnt, það verða að taka efnislega afstöðu í málinu, að auki hafi hinni stemdu aldrei krafist fyrningar hvorki á hvorugum þessar grunna. Þannig að fyrning hafði ekki verið krafist og málið var þá aftur komið í hérað. Þegar Björgólfur Thor Björgólfsson leitar sátta. Og hann greiðir ríflega milljarð til Málsvarnarfélagsins? Já. En með skilyrðum sem að tengjast einmitt þessum hnútukasti hans og Róberts? Já. Skilyrðið það að þeir fá ekki neitt og við náttúrulega í stjórninni gátum ekki tekið afstöðu til þess því þeirra réttur var jafn merkur og hinna. Þannig að þeir taka sjálfur þá afstöðu að falla frá sínum gröfum. Þessi milljarður rúmur, hann deilist þá á félagsmenn í hlutfalli? Já, og reyndar á Hval og Venus í hlutfalli við hlutafjáreign. Hverjar eru þínar bætur í þessu? Það skiptir engum máli. Jú, það. Nei, ég hef aldrei rætt mín enga fjármál opinberlega og ætla ekkert að gera það. Við þurfum þá að spyrja njósnaran út í það. Já, þú getur spurt njósnaran það, en ég hef nú haft, ég hef lítið gert að því að láta alheim vita það hvort ég ríkur eða fátækur. Varstu sáttur með bæturnar? Nei, en ég beit á jaxlinn og sagði, ok, það betra að taka þessu heldur en að halda áfram og í eitthvað óvissu og betri mögur sátt en feitur dómur? Já, og miðað við úrskurðu dómstóla þegar mál orðin flókin þá finnst mér að dómstólar leitu oft þeirra leiða að koma sér hjá að taka afstöðu í málinu og byrja á því að eins og gert var þarna að fyrna málið. En Hæstiréttur, hann tekur aðra afstöðu og ég hef nú þetta var mér lærdómur þessi fyrning núna í þessari affæru í njósnunum vegna þess að Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari byrjar á því að segja málið sé fyrnt. Þetta 12-13 ára gamalt. En ég segi já, bíddu nú við. Hvenær var mér ljóst að brotið hafi verið á mér? Mér verður ljóst að brotið var á mér 8. apríl. Og reyndar ekki fyrir en 29. í heild sinni. Og kallar það á frekari viðbrögð eða málið leitt í jörðu með því að þetta upplýst? Nei, þetta kallar þetta frekari viðbrögð en við skulum bara bíða með það. Það ekki liðin vika
frá því þetta birtist mér í heild sinni. Ég sá 2 stubba af málinu fyrst þarna kringum 10. apríl og næsti stubbur var hvað 27. apríl. Þú segir í véfréttastíl í viðtali á RÚV í gærkvöldi að gjarnan sé reynt að fella menn á brennivíni og konum og öðru slíku. Sköttum. Og sköttum. Já, Al Capone, hann féll á sköttum. Og þú lætur að því liggja að það hafi verið, tilraunin? Já. Á hvaða sviði ertu veikastur í þessum efnum? Já, ég náttúrulega veikur á öllum sviðum. en ekki þó skattamálunum. Nei, ég er svona með tiltölulega einfalt skattaframtal. En er búið að sauma þannig að manni. En ég er að, sko, á þessum tíma sem að njósnirnar standi yfir það sem ég hef séð, ég veit náttúrulega ekki hvað er meira, að þá er ég í prófkjöri. Ég er í prófkjörsbröldi. Og ég var svona þokkalega þekkt persóna á þeim tíma vegna þátttöku minnar í bröldi í kringum hrunið. Ég tel mig nú hafa svona meiri þekkingu á fjármálamarkaði heldur en almenningur og ég tel mig hafa meiri og betri þekkingu á uppbyggingu fjármálafyrirtækja og ýmsum kröfum sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja. Þú er gamall yfirmaður í bankakerfinu? Já, ég var yfirmaður í bankakerfinu, það var kannski annað bankakerfi heldur en seinna varð og til dæmis eiginfjárkröfur og þetta dæmi gekk ekkert upp og mér verið snemma ljóst að það er svo mikið af svokölluðu hlutafé bankana, það er veðsett annarkvort bankana sjálfum með öðrum banka. Þannig að bankakerfið það veikist hverja veðsetningu. Það er ekki, og ef að einn banki fellur þá verða dómínóeffekt og þeir falla allir. En þú nefnir prófkjörið. Já, hvernig ætluðu menn að þá var svo einfalt að þessi metnaðarfulli maður sem að hefur nú haft áhuga á stjórnmálum frá því að hann var 7 ára gamall, að nú ætlar hann að ganga aðeins lengra og fara í framboð og þá er svo einfalt að fella mig á meintum fylliríðum og samskiptum og konum og skattamálum og einkafjármálum og öðru slíku. Og heldur þeir hafa verið að reyna að róta upp einhverju slíku? Já, hvar er maðurinn? Hvert fer maðurinn? Af hverju fylgst svona með mér? En það kemur ekki ljós að þú lifir bara ótrúlega óáhugaverðu lífi. Þú fer bara í sund klukkan 7 á morgnar og ert alltaf að bóna bílið þinn. Já, ég er hundleiðilegur, sko. Ég er hundleiðilegur. Það sagði ekki. Ég er hundleiðilegur. Til dæmis ég er að bóna bílinn, þá er ég ekki að drekka til viðbótar. Nei. Til dæmis Þannig að þeir fundi ekkert. Þannig að það fannst ekkert og það náttúrulega ákveðin vonbrigði í málinu. En það breytir því ekki að ég kann ekki við að þessi fylgst með mér með þessum hætti. Það er nú eitt góð maður sem ég talaði við sem sagði það er nú til maður það hvað Ísland er lítið og óhugavert land að þegar það kemur upp njósnamála þá tengist það eftirför gagnvart Vilhjálmi Bjarnasyni. Já, það má segja það. Þú ert komið frægasta enganúmer á Íslandi, VAF279. Kennir þetta ekki mönnum það að vera ekki með enganúmer því að það gerir njósnurunum enn auðveldara vikað fylgja þær eftir? Jú, það gerir þeim aðeins auðveldara, ég viðurkenni það, en ég fekk svo ljótt númer á einn bíl sem ég keypti að ég... Þú bjóst út í Eyjum, þú varst... Nei, ég fekk ljótt númer á bíl sem ég keypti og ég ákvað að veita mér það að taka upp hégómanúmer, gamla númerið mitt þegar ég bjó í Vestmannaeyjum. Þannig var að fyrst almennilegi bílinn sem ég eignaðist, skulum við segja. Reyndar átti ég hluti í Austin Mini 1975 en 1981 þá kaupi ég mér Saab 99 og fæ á hann, þá bjó ég út í Vestmannaeyjum og fæ á hann númerið VAF 1605 og svo því ég kem til Eyja þá get ég valið þarna úr númerum í skúfunni og það er
VAF 130, VAF 155 og VAF 279 og ég dálítið svona, ég vil nú hafa tölur í lagi og hugsa mikið í heilum veldum af tölum, til dæmis heilu veldi af 2 og heilu veldi af 3 og summu heilla velda og þannig að ég hér já, ég ákvað að taka 279 og glotti og segi já. Lögregluþjónari og stöðumælaverðir í Reykjavík, þeir þekki ekki mun á VAF og Ypsilon. Og þegar bíllinn í Reykjavík þá trúir því ekki nokkur Vestmannaeyingur sé í Reykjavík, þannig að þá þetta Ypsilon 279 og þá mun Jónas Haralds landsbankastjóri greiða stöðumælasektir fyrir mig. Var hann með Ypsilon 279? Hann var með Ypsilon 279 og þannig hef ég nú haldið þessu númeri en hérna 279, þetta sko til dæmis 3 í þriðja veldi, það 27 og 3 í öðru veldi 9. Ég held að það séu allir áhorfundur ásamt mér búin að missa þráðun í þessu vilja. Já, þetta á flókið fyrir ykkur sem ekki úr eðlisfræðideildum en ég til dæmis hélt svona þokkalega prívat upp á afmæli mitt á síðasta heila veldinu á 2 sem ég get haldið upp á óruglaður. Já. Og 2 í 7. eru 64 og ég held upp á 64 afmæli vegna þess að ég vildi halda upp á heilt velda 2 óruglaður. Nú fólk gjörsamlega tínt. Já, en rétt í lokin, Vilhjálmur, þetta mál kemur upp núna, upp úr krafsinu. Við vitum ekki hvernig þessi gögn komist í hendur Ríkisútvarpsins, látum það liggja milli hluta. Er þetta einsdæmi? Ef að menn ganga fram með þessum hætti, ekki hætt við að njósnastarfsemi hér hafi verið umfangsmeiri en sem nemur þessu máli? Það hætt við því. Það menn sem stofna fyrirtæki til njósnastarfsemi. Og það alveg öruggt mál og hérna, megin markmiðið hjá mér í öllu þessu dæmi, í öllu þessu brölti, að vernda hagsmuni smárra sparifjáreigenda. Sparifé getur verið ýmsum toga, til dæmis með því að fólk á bankainnistæður, sem það allra einfaldasta, fólk á örlítinn hluta í íslensku atvinnulífi eða erlendu atvinnulífi með því að eiga hlutabréf. Eða sumir klikkaðir, þeir vilja ekki eiga neinar skráðar eignir og þá kaupa þeir málverk, sem náttúrulega annar sjúkdómur. Og ég fyrst og fremst í þessu til að gæta eða misst að fólk virði hagsmuni lítilmagnans í þessu og félagarétturinn, íslenskt atvinnulíf byggir meira og minna á hlutafélögum. Og þegar ég fer á stað í málsókn gegn stjórn Glitnis, þá segir við mig hæstaréttardómari að það hafi aldrei komið fyrir hæstarétt mál á grundvelli hlutafélagalaga, þar sem hlutafélagalögin réð úrslitum, nema vegna vörslu skatta í gjaldþrotum. Og þetta sé spennandi mál sem þarna kemur fyrir og hérna Hæstiréttur fór undarlega leið til þess að sýkna stjórnina en kom síðan með kennsluefni fyrir slitastjórn Glitnis og það kann að vera að við höfum kannski ekki séð einn vinkil í því máli sem var markaðsmisnotkunar vinkillinn, markaðsmisnotkun á kostnað Glitnis og hann bara Þetta dálítið flókið máli. Já, ég meina, fólk á aldrei að stoppa á neinu máli vegna þess að það flókið. Fólk verður að sitja sig inn í mál og ekki, eins og ég sagði í gæri viðtali, að prumpa bara í bala vegna þess að málið því algjörlega ofvaxið. Það það sem þú til að lögreglan sé að gera í þessu máli? Já, ég meina viðbrögð lögreglunar og segja manni það að þau líti þetta alvarlegum augum. Hvað þýðir það? Það þýðir nákvæmlega ekki neitt. Það þýðir það að fólk að koma sér undan svörum. En ætlar að láta á þetta reyna?
Ætlar að leita réttar þín skakað þeir sem að brutu á þinni persónu? Það skulum við... Liggur það ekki augum uppi? Já, það kann að vera en sko í svona máli eins og þessu að þá sko á maður að gera hlutina vel. Ætlar að sækja bætur til Björgólfs öðru sinni? Við skulum bara sjá til hvernig það verður en allt sem gert verður gert með vönduðum hætti. Þannig að maður skjóti sér ekki í fótinn og eða báða fætur en ég ætla ekki að gefa hennar yfirlýsingar viðbrögð. Ég fyrst og fremst að lýsa því sem hefur gerst í þessu máli og hvað vakti fyrir mér og ef þú sætir hér andspænis Björgólfi Thor Björgólfsson, hvað hefðurðu við hann að segja? Ég myndi náttúrulega, nei, ég ætla ekki að segja það. Sko, það var samið í fyrra málinu, málsóknarfélaginu, þar sem að málinu var lokið og svo niðurstaða yrði ekki rædd efnislega og þannig að ég ætla að láta persónu hans í friði að svo komnu í þessu máli en við sjáum bara til lífið heldur áfram. Vilhelm Bjarnason, takk þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Hér eftir örskamma stund samtalum líkbrennslu á Íslandi. Furðulegt mál en afskaplega áhugavert. Fylgistu með. Komið sæla 9. Nú bíða menn þess í ofvæni í Róm að svartur reykur tækja liðast upp úr Sistínsku kapellinu að lokum hvítur. Þess þarf hins vegar ekki að bíða í Fossvogi þar sem að reykjarmökkin liggur frá bálstofunni þeirri einu sem er í rekstri á Íslandi. Þar sem að margir Íslendingar hljóta í raun sína í hinstu hvílu eða undirbúning fyrir það. Og þetta er ekki gott mál, við höfum fjallað aðeins þetta á síðum Morgunblaðsins og meðal annars rætt við Sigríði Bylgju Sigurjónsdóttur sem að telur sig hafa lausn á vandanum en hefur rekið sig á marga þröskulda og veggi á þeirri vegferð. Og hún er komin hingað til mín, blessuð og sæl. Blessaður. Bálstofan til þess að útskýra fyrir fólki, hún er rekin af kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæmis. Já. Þar eru reknir 2 ofnar sem að þessi bálfræðina fara fram og þeir eru frá árinu 1948. Já. Og sá rekstur gengur ekki slysalaust fyrir sig. Nei, hann hefur ekki verið að gera það á undanfarnum árum. Ofnarnir eru gamlir, þeir eru orðnir 77 ára og algjörlega barn síns tíma. Og það mætti rauninni segja að núna þeir eru bara tifandi tímasprengja vegna aldurs og sökum þess að það er ekki hægt að setja neitt mengunar varnar eða mengunar hreinsi búnað á þá. Af því að þeir eru svo gamlir? Já. Og það sem er að gerast og við höfum séð fréttir af er að það leikur svartur reykur upp úr strompinum eða öllu heldur bara úr kirkjunni og þetta fer þarna yfir íbúa misjafnt eftir vindátt og þetta er ekki alveg hættulaus reykur að þér virðist vera. Nei, reykur frá, sko þegar það er verið að brenna við þá er alveg mjög mikið af efnum og efnasamböndum sem að myndast. Þarna er verið að brenna líkkistur og inn í þeim er hylkið utan á okkur og nútímalegustu ofnar eru búnir mengunar hreinsi og varnar búnaði þar sem er í rauninni tvöföld brennsla og reykurinn er kældur aftur niður svipað og gerist bara í díselbíl. Við sjáum ekki svartan reyk koma út pústið á díselbílum lengur vegna þess að reykurinn er kældur niður, fer ekki gegnum hvarfakút og annað, ef við erum með svona myndlíkingu á þessu. En þetta gerist ekki í bálstofunni í Fossvogi vegna þess að þar fer reykurinn bara algjörlega óhreinsaður, ófilteraður út í andrúmsloftið ásamt öllum þeim efnasamböndum sem að verða til við þá brennslu. Þannig að þetta eitur kemur ekki úr mannslíkamann heldur úr efnunum sem fylgja með kistunum og þeim viði sem að notaður er til brennslunar. Já, en að sjálfsögðu líka eitthvað úr líkamannum
en það bara allir þessi pakki sem verið að brenna í einu og af því að þetta ekki hreinsað eða filterað þá fer þetta bara svart út í andrúmslofti. Ég kalla þig hingað til mín vegna þess að þú hefur fjallað þessi mál frá árinu 2019 ef maður rétt. Þú átt félag sem heitir Tré lífsins. Hvaða fyrirbæri það? Já, það ekki félag í minni eigu en ég sennilega stofnandi og í forsvari. Tré lífsins sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri sem ekki rekin í hagnaðarskyni. Þetta byggt á hugmyndum samfélagslega nýsköpun og verkefni sprettur út frá hugmyndum mínum það hvort að við getum fengið einhverja aðra valkosti við endalok lífs okkar heldur en bara það að vera jarðsett í kistu eða að vera brennd. Það sem að mig langaði upphaflega til að gera með verkefninu var bara að bjóða fólki þann valkost að geta horfið algjörlega aftur til moldarinnar og orðið að tré gæti vaxið upp af líkama okkar. Og ég lagðist í töluverða rannsóknarvinnu þetta og þetta var árið 2013. 2014 hef ég samband við aðila erlendis sem að framleiða lífræn duftker þar sem að sett fræ í duftkerið og tré vex síðan upp að þeim látnu. Og rauninni eina leiðin til þess að bjóða upp á þetta var að það þyrfti fyrst að fara fram brennsla eða bálför. Síðan fer ég í gegnum ýmsa ég óði gegnum frumskó, lagagreina, reglugerða og annað og komst að því að þetta ekki heimilt á Íslandi og þann hátt sem mig langaði til að gera það. Og þá fórum við að leita að leiðum í kringu það og þá einhvern veginn óx verkefnið bara svona í höndunum á okkur. Þannig að í staðinn fyrir að bjóða bara fólki upp á það að geta gróðu sitt tré ásamt öskunni sinni, þá óx þetta í það að við viljum opna óháð athafnarými, þar sem að fólk getur haldið til dæmis útför eða hinstu kveðjustund eða aðrar hátíðlegar athafnir í lífinu eins og nafngjafir eða hjónavígslur, fermingar eða bara stóramæli. Þetta að vera bara hátíðleg og falleg húsakynni þar sem að þeim sem að það hugnast geta bara haldið sínar athafnir þar. Í öðrum hluta húsnæðisins þið síðan bálstofa þar sem að fólk getur fyllt ástvinni sínum alla leið að ofninum og verið í svona hlýlegu opnu rými þar sem að við getum verið bara með fólkinu okkar alveg að síðustu kvæðistund. Einhverju kann að hlýtur að þykja þetta svona undarleg nálgun að þetta alþekkt erlendis að aðstandendur eru viðstaddir þegar kista fer inn í ofnin og þetta lokaferli hefst. Já, þetta þekkist erlendis og við höfum farið í heimsókn í bálstofu þar sem að þetta þetta bara rosalega fallegt. Þetta ekki, mér finnst þess að það sé búið að taka dauðan svo litið frá okkur. Hérna fyrir 100 árum, þá var dauðinn miklu eðlilegri partur af lífinu. Fólk dó heima, það stóð uppi heima áður en að það var síðan farið með það til kirkju og það greftraði í kirkjugarði. Kannski búið að stofnanavæða það á ákveðinn hátt, en ég finn fyrir því að fólk hrætt að tala dauðan. Hrætt og finnst það óþægilegt og svona sópar ég aðeins frá sér þegar þessi umræða kemur upp á yfirborðið. Þannig að það að vera viðstaddur bálför ástvinar eitthvað sem að hræður okkur kannski af því að við þekkjum það ekki. Og það sem við þekkjum ekki, það getur alveg virst ókveikjandi en síðan þegar maður búin að fara og skoða og sjá með eigin augum eins og við gerðum í bálstofunni í Hollandi sem við heimsóttum, þá fer að myndast bara allt öðruvísi hugmyndafræði og hugmynd í kringum þetta. En þetta ekkert sem að öll þurfa að velja sér. Þetta verður bara valkostur fyrir þau sem að vilja. Þannig að þessi sjálfseignarstofnun hefur stefnt að því að byggja upp þjónustu að þessu tagi. Já. Og þið hafið leitað til yfirvalda og sagt, við getum leyst þetta að ákveðnu skilurum uppfylltum og hver eru viðbröðin? Hver ráða þessu? Það sem að við sáum þegar að verkefni fóru að stækka og við vorum komið þessu hugmynd, við vildum vera með óháða athafnarými og vera með þetta bara fallega rými og kyrrðarými þar sem að fólk getur komið og bara átt notalega stund eitt með sjálfu sér og síðan bálstofuna líka. Bálstofan var í rauninni leið til þess að geta gert til lífsins að veruleika. Og þegar við fórum að kafa eins ofan í þetta, þá sáum við að á Íslandi bara ein bálstofa. Hún rosalega gömul
Ofnanir eru úr sér gengnir, það þarf að uppfæra tækjabúnað og færa þetta bara inn í nútíman. Við höfum samband við dómsmálaráðuneytið fyrst. Ég var fyrst í sambandi við þau árið 2017. Vegna þess að þau hafa yfirumsjón með trúar- og lífsskoðunarfélögum og lögum kirkjugarða og annað sem að þessu tengist reglugerðir heyra undir dómsmálaráðherra og dómsmálaráðuneytið. Svo ég fyrst í sambandi við dómsmálaráðuneytið 2017, bara með fyrirspurn, en síðan förum við á okkar fyrsta fund með dómsmálaráðherra í janúar 2020. Síðan eru liðan 5 ár og við höfum farið á fund núna með 4 ráðherrum á þessum 5 árum og verið í miklum samskiptum við dómsmálaráðuneytið og önnur ráðuneyti á þessum tíma og margar opinberar stofnanir, að því að það sem við sjáum er það að ríkið og kirkjugarðarnir standa frammi fyrir vandamáli. Hér er bálstofa sem úr sig gengin, það þarf að huga framtíðin og byggja nýja. Við erum með verkefni sem byggir á hugmyndafræði samfélagslega nýsköpun, tengingu við náttúruna og að leysa vandamál sem þau standa frammi fyrir. Þetta einkaframtak þar sem að ríkið þarf ekki að hafa neina aðkomu utan þess að við óskum eftir að fá greitt kirkjugarðsgjald með hverri bálför eins og gert í dag. En þetta gjald sem við greiðum í sköttunum okkar, svo alveg eðlilegt að það fylgi hverjum þjónustu þegar sem myndi koma inn til Trílífsins. Og við lítum svo á að við værum bara með lausn við vandamáli og það það ekkert vesen. Þetta væri bara í rauninni lausn og sjálfu fati sem að þau þyrfti ekki að gera annað en að þiggja og segja takk, bara farið af stað. Og hafa þið tekið við því fegins hendi? Nei. Hver eru viðbrögðin? Viðbrögðin eru þau, allir fundirnir sem við höfum átt með þessum ráðherrum hafa bara verið fínir. Við fengið bara góð viðbrögð frá þeim, finnst hugmyndin athyglisverð og finnst þetta skemmtilegt. En síðan fer þetta inn í eitthvað ferli sem við þekkjum ekki innan ráðuneytisins. Við vitum að það hefur verið stefnt á stefnumótun í þessum málaflokki síðan 2020. Við vitum ekki hvort svo stefnumótunarvinna er hafin, en svo stefnumótunarvinna er okkur sagt að snúi að fyrirkomulagi bálfara til framtíðar. Og ég held að það snúist bara það að kirkjugarðarnir hafa verið að sjá þetta. Þeir fengu þetta verkefni í hendurnar frá frumkvölum í Bálfarafélagi Íslands sem söfnuðu fyrir bálstofunni, komu inn á laggirnar, söfnuðu stuðningsalmennings fyrir þessu verkefni. Sveinn Björnsson forseti og fleiri? Ég veit það. Það er mjög merkileg saga í tengslum við þetta, bara stofnun fyrstu bálstofunar á Íslandi. Og miklu frumkvölar, alveg svona þverskurður á samfélaginu sem að gera þetta veruleika. Það er gaman þegar maður kafar aðeins onni í þetta. En En bólar eitthvað á þessari stefnumótun? Ég hef ekki heyrt hvar hún stendur eða fengið upplýsingar hvar hún stendur. En það hafa verið gerðar úttektir innan ráðuneytisins. 2022 var skýrslu skilað til ráðuneytisins þar sem var sagt að það væru í rauninni 3 valkostir. Annarkvort myndi vera reist bálstofa kirkjugarðar Reykjavíkur prófastsdæma og kirkjugarðarnir myndi halda áfram að sjá bálfarir eins og hefur verið undanfarin 77 ár. Eða þá að Trílífsins myndi taka við þessari þjónustu eða einhver önnur leið væri farin. En það kom mjög skýrt fram í þessari skýrslu að þetta er pólitísk ákvörðun. Kirkjugarðarnir, þeir létu vinna veit ég skýrslu sem ég hef skoðað. 2021, KPMG vann með þeim og verkfræðistofur annað að útfærslu og hugmynd, nokkuð nákvæm útfærsla á bálstofu sem að þeir hafa í hyggju að reisa. En það er ekkert að frétta af því og það eina sem að maður heyrir af kirkjugarðunum er að þessi rekstravandi þeir hafa verið að hóta því að loka líkhúsinu sem þeir geta ekki rekið og annað þemdur. Veistu hvar það mál stendur? Eru stjórnvöld að bíða eftir því að þeir fara af stað með þetta verkefni sitt? Ég held að bæði Trílífsins og kirkjugarðarnir séu í sömu klemmu að bíða eftir afstöðu dómsmálaráðuneytisins. Okkar vantar báðum að fá svör. Mig vantar að fá svör til þess að vita hvort að Trílífsins geti orðið að veruleika eða hvort að við þurfum bara að bakka, vita að við gerðum allt sem við gátum til að gera þetta veruleika. Kirkjugarðarnir eru mjög háðir ríkinu framlög. Þau fá sína tekjur úr kirkjugarðasjóði sem að kemur til þeirra gegnum í gegnum biskupsstofu sem heldur utan kirkjugarðasjóð og þau fá peninga frá ríkinu, 1,3 milljarða á ári. En varðandi kirkjugarðana, það er ekki þeirra lögbundna hlutverk að reka bálstofu.
Þetta æxlaðist bara svona á sínu tíma, þannig að þau hafi rauninni setið uppi með þetta svona olnboga barn sem þau fá ekki fjármagn sérstaklega til að reka og þau eru með þjónustusamning við ríkið sem að rann út fyrir svolítið mörgum árum síðan og hefur staðið til að uppfæra, en þau eru líka klemmuð þar því að þeim vantar meiri pening. Þannig að fyrir okkur þá er það alveg borðleggjandi að við getum líka leyst þeirra vandamál með að taka þetta af þeirra herðum. Þau geta þá bara einbeitt sér að grafatöku, umhirðu, kirkjugarða og leiða eins og er þeirra lögbundna hlutverk og við getum séð bálfarinnar, en öll hjartalega velkomin hjá okkur eins og annar staðar. Bara þessi þjónusta verið færð frá kirkjugarðanum til algjörlega óháðs aðila. Og það eru einkaaðilar sem að sinna mörgum þáttum í tengslu útfarastofurnar eru flestar einkareknar, reyndar í samkeppni útfarastofu kirkjugarðanna sem eigu kirkjugarðanna og hefur verið mikið bitbein, útfara á samkeppnisrétt og öðru slíku. Já. Hvað kostar að reisa svona bálstofu? Þið hafið hugmyndir að reisa þetta á Rjúpnahæð í Garðabæ, ekki rétt? Jú, við erum sem komið með lóðarvilyrði frá Garðabæ á Friðarvöllum, það heitið á götunni, á svæði sem er efst upp í Vífilsstaðalandinu á Rjúpnahæð. Þar eru við með 3750 fermetra lóð og megum byggja þar alltaf 1500 fermetra að hluta til á 2 hæðum og síðan höfum við fengið 1 hektara undir minningagarð þar sem við myndum gróðursetja ösku fólks ásamt tré. Þetta fór í gegnum aðal- og deiliskipulag á sínum tíma og búið að staðfesta á skipulagsstofnun og við erum í rauninni bara tilbúin að fara af stað ef Eru koma teikningar af húsi og... Nei, við erum ekki með mikla peninga á bak við okkur. Við hefum keyrt Trélífsins bara á eigin fé úr okkar eigin vasa. Við hefum fengið nokkra styrki og verðlaunafé fyrir hugmyndina sem hafa farið bara í verkefnið. En við erum með grunn hugmyndir sem við unnum með Arkitektastofu 2019. Það hefur ákveðin hugmyndavinna verið gerð, en eftir að við fengum sterka aðila sem að ætla að koma með okkur inn í fjármögnunina á verkefninu, eftir að við fengum þau í lið með okkur, þá líka fyrir að við förum bara í hönnunarferlið aftur, en við erum með mjög mótaðar hugmyndir hvernig húsnæði skuli vera byggt, skuli tekið tillit til umhverfisins og náttúru, hringrásarhagkerfið haft í huga og þetta gert bara eins vel úr garði og hægt til að þjónusta fólk af bara öllum bakgrunni. Í þessari skýrslu kirkjugarðanna sem að ég vísaði áðan, 2021, þá eru þeir að gera ráð fyrir því að kostnaður við uppbyggingu á svona batteri, ef ég má nota það orð, sé tæpur 1,3 milljarður króna og rekstra kostnaður sem í dag 66 milljónir verði litlu hærri, 66 til 70 milljónir, með uppreiknað verðlag og annað, má ekki gera ráð fyrir að uppbygginga þessu tægi sé þá í kringum 1,5 milljarð í dag eða svo? Jú, okkar áætlanir gera ráð fyrir því að þetta sé svona 1,5 til 2 milljarðar. Fyrir náttúrulega eftir hversu stórt húsnæði yrði. Ofnarnir eru svona 250 til 300 milljónir komnir heim, uppsettir. 2 ofnar? Ég held að við erum bara með 1. Við erum semst búin að vera í sambandi við ofnaframlegandi í Þýskalandi síðan árið 2017, búin að fara að heimsækja þau og þau bara ráðluðu okkur það er nóg að vera með 1 ofn, þeir eru það tæknilegir í dag, þeir eru tengdir allan sólarhringinn við aðala erlendis, við stjórnstöðuna erlendis, þetta er keyrt á tölvum, ef eitthvað kemur upp á þá eru þau komin innan 12 klukkutíma til landsins, þannig að við náum alveg að anna þeim fjölda bálfara sem er í dag og þeim fjölda sem er fyrir sér með einum ofni, en síðan er þetta til framtíð það þarf að skoða það ef okkur er að fjölga hratt, bálförum fer fjölgandi, að þá þyrfti bara að bæta við öðrum ofni. Í dag, eða samkvæmt áætlunum var gert ráð fyrir að í fyrra yrðu bálfarir á landsvísu 45-6%, hlutfallið miklu hærra í Reykjavík. Það er aðstöðumunur þarna fyrir fólk á landsbyggðinni, það er eitthvað sem veldur því að fólki þar grípur ekki til þessa ráðs eins og hér í bænum. Já, akkurat. Ég held að það sé bara alveg rétta orðið, aðstöðumunur. Það eru ástvinir hins látna sem að bera kostnaðinn af því að flytja líkið í bæinn til brennslu og sá kostnaður getur hlaupið á 100.000. Og það er
óbáslega leitt að við sitjum ekki öll við sama borð hvað kemur að þessu vegna þess að fyrir mér þá verður þetta bara, þetta ætti að vera grunn innviður, þjónusta við borgarana, þetta endurinn á okkar lífsferli eftir að við höfum gefið til samfélagsins og lifað í því, að við ættum alltaf að sitja við sama borð. Inn í módelinu hjá okkur þá erum við búin að setja þannig upp að fólk á landsbyggðinni situr algjörlega við sama borð og fólk á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að við viljum þjónusta fólkið. Við viljum uppfæra þjónustuna og færa hana svolítið inn í nútíman frá því sem að nú er. Hvernig gerðu það í þessum efnum? Þetta kostnaðarsamt að flytja heila kistu milli landsluta. Já, þá verðum við bara á ferðinni. Við erum bara með bíl sem að keyrir hringinn, getur tekið nokkra kistur, keyrir hringinn, safnar þeim sem eru fallinir frá, brennsla fer fram, keyrir næsta hring, safnar næsta kistum og skila duftkerjum. Því að fólk vill að þetta hvíla í heimabyggð og er kannski með frátekin leiði í sínum kirkjugarði eða vill vera ofan á kistugröf ástvinnar. En það er rosalega leitt ef að þú getur ekki valið bálför ef að það er allt einu komin bara 100.000 sem þú þarft að standa straum af aukalega. Er það þá inn í þessu rekstra líkan ykkar að veita þessa þjónustu? Já. Hvert fer þetta núna? Er þið búin á fundi nýs dómsmálaráðherra? Já. Við áttum fund með Þorbjörgu Sigríði dómsmálaráðherra 20. mars síðastliðinn. Góðu fundur, alveg svo með öðrum ráðherrum. Fátt svör? Já, við fengum engi svör á fundinum, en ég veit ekki hvenær við munum fá svör. En það er alveg ljóst vegna stöðunar sem er á bálstofunni í Fossvogi að það þarf að taka ákvörðun og það er búið að vera vitað í nokkur ár að það þarf að taka ákvörðun og mér finnst það bara ábyrgðar hluti að það sé ekki búið að ákveða hvað á að verða í þessum málum af því að meðan ákvörðunin er ekki tekin þá þurfa íbúar í Fossvoginum, börn á leikskólanum þannig að beint á móti börn í Klettaskóla sem er hinum með við götuna og bara við öll hérna á höfuðborgarsvæðinu, Reykur spyr ekkert hvar þú átt heima, hann bara dreifist með öllu því sem í honum er. En á meðan þessi ákvörðun er ekki tekin, þá er bara verið að taka ákvörðun það að leyfa þessu að viðgangast. Þetta er óbáðlegt. Mér finnst það. Hvað getið þið ef að ráðherra myndi nú taka sér rögg og fel ykkur þetta? Hvað er þið langt í að ofnarnir frá Þýskalandi eru kynntir? Við getum fengið ofnana til landsins á 6 mánuðum. Og við erum búin að vera í sambandi við framleiðandan okkar bara allan annan tíma og vera uppfæra þau af því ég er með tilboð frá þeim og reyna að halda þeim við efnið að segja en við erum ekkert að fara að bakka út, við erum að biðja til stjórnvöldum. Þetta er pínulegt, ég verð alveg að viðurkenna það. En þá ætlar að hanna húsið og þá ætlar að byggja húsið? Já, húsið verður byggt utan ofnana. En eins og ég segi, ofnarnir geta komið hratt en við þurfum að byggja húsnæði. Það er hafin undirbúningsvinna uppi í Rjúpnadal vegna þess að við verðum að sama svæði og nýr kirkjugarður Garðbæinga. Það er komin vegur uppbyttir og síðan þarf náttúrulega að tengja allt við rafmagn og rotþró og vatn og annað. Sko 2 ár til 3 en helst eins hratt og mögulegt er með þau gæði sem við viljum bjóða upp á. Þetta á ekki verið gert í æðbundu gangi. Við viljum byggja þetta til framtíðar en 2 til 3 ár. Það tekur þann tíma? Já. Þannig að menn megi engan tíma að missa? Alls ekki og hefði átt að vera búið að hefja það fyrir löngu síðan bygginga á nýrri bálstofu til þess að bálstofin í Fossvogi fengi bara að renni sitt skeið og verða síðan bara kannski að safni söguna af því að það er frábær saga í kringum þetta allt saman. Og síðan myndi þá ný bálstofa taka við þegar að eftir að hún myndi slökkva á opnunum í síðasta sinn og vonandi verður það bálstofa trílífsins. Já. Við sjáum hvað settur og ég mun einhvern tímann fá tækifæri til að fara yfir það með dómsmálaráðherrann, hvernig þessi mál standa í ráðuneyti hennar. Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir, þakkaði kærlega fyrir fjallið þessi áhugaverðu en einhverju leyti þungbær mál. Já, þakkaði kærlega fyrir. Og góða helgi. Sömuleiðis. Þá er það ekki fleira hjá okkur á vettvangi spursmála fyrir utan það. Ég vil minna ykkur á viðburðin sem við verðum með á vinnustofu Kjarvals á miðvikudaginn næsta klukkan 5. Þá munu félagar í bókaklúbbi spursmála koma saman. Ég ætla að ræða þar við Geir H. Haarde ævisöguna sem hann gaf út undir lok síðasta árs og ætlum að fara þar yfir áhugaverðan kafla sem varðar bankahrunið. Geir stóð sem forsætisráðherra frammi fyrir þeim möguleika að Ríkissjóður Íslands yrði hreinlega gjaldþrota. En það er líka komin ný bók því að núna er komin nýr mánuður. Það er Kúbudeilan eftir Max Hastings. Þetta er frábær þýðing Magnúsar Þórs Hafsteinssonar á þessu sögulega
eða þessum sögulega viðburði eða atburði 1962 þegar minnstu munaði að kæmi til kjarnorkustyrjaldar milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna. Ég hveti ykkur til þess að ná ykkur þessa bók á tilboðsverði í pennanum og við munum skrifa greinar og uppfræða ykkur ýmsa þætti sem að tengjast þessari bók og í nýrri viku mun ég senda á klúbbfélagana tillögur að því hvernig best sé að haga lestrinum á henni. Hún þetta löng og ítarleg og þarna eru allavega ákveðni kaflar sem að ástæði til að leggja sérstaka áherslu á. Skráðu ykkur í klúbbinn á heimasíðu spursmála á mbl.is. Félagsmennirnir þeir nálgast núna 1000 og við þökkum fyrir þessar frábæru viðtökur. Við hlökkum til að vera með ykkur hér að vikuliðinni á föstudag en við segjum þetta gott í bili. Verið sæl.